Einar, 7 marka tap í Reykjavíkurmótinu á móti Fram. Þetta kannski stærra tap þú bjóst þegar þú mættir það? Jó, síðustu 10 mínúturnar voru hrikalegar hjá okkur. Fyrir utan það ég mjög ánægður með leikinn. Fyrir hálfleikinn, við erum 2 yfir í hálfleik. Við okkar sterkasta liði í rauninni, utan Jón Heiðar og Arnór í markinu, en svo aðstóð sér vel líka og tók það markmenn. En fyrir hálfleikur mjög góður. Byrjaði þetta hægt, menn þungir, náttúrulega mikið álag og allt það, en svona í heildina er ég ánægður með 45-50 mínútur. Ungu strákar komu inn í stemmi seinni hálfleik, mjög ungir strákar, stóðu sér bara líka vel. Þannig að í rauninni margt að taka þessum leik og fyrir þetta síðustu 10, botnið eftir alveg úr þessu, þeir rúlaði yfir okkur. En það máttum búast við því með þessu ungu inn á það, en þeir geta betur. En í heildina erum við ágætlega sátt við þetta. En eins og segir, þið hendir inn 4-5 leikmönnum sem eru með rosalega litla leikreynslu hjá þér. Þetta er kannski meira spurning að sjá hvað þeir geta komið inn í liðið en að leita að úrslitum. Ég held að allir þjálfarar fara inn í þetta mót til einmitt þess að sjá hvaða leikmenn eru í standi, hvort menn séu tilbúnir og láta á reynslu. Það væri vítlist á okkur flestir þjálfarar á landinu ekki með svaka stóra hópa að spila á 7-8 mönnum út þetta mót. Það skiptir engu máli. En við þurfum að nýta þessa leiki mjög vel og þetta er mjög gott að fá þessa leiki og eins og segir, nýta á þetta, reynslu, hugkýra eitthvað. Þetta hefur alltaf verið þannig og er þannig líka núna. En þrátt fyrir úrslitin þá voru margir ungir leikmenn sem sýndu bara gríðarlega góða frammistöðu í dag. Ég segi, bara mjög sáttur við 45-50 mínútur og þannig að það kort hjá ungu strákunum. Þeir þurfa að læra það líka að þegar það gengur illa, það má ekki gefast upp alveg strax. Það má gera 2-3 mistök en ekki 10. Til að byggja á fyrir restina af þessu móti og svo fyrir sísonu? Nóg að gera, mennir það? Nóg að byggja úr þessum leik? Já. Það er öll langt í bræður tilbúin, það er 4 vikur í móti eitthvað. Og eins og segir, við bara tökum svona 1-2 hluti fyrir í hverju viku og lögum þá og það ættu að vera klárið þegar mótið byrjar. Hvernig liggur liðið og hópurinn fyrir mótið? Bara mjög vel, við missum náttúrulega Björgvin en í staðinn koma hérna ungi strákar inn og þeir fá bara tækifærið og það er bara flott og hann fáum Ísfirðing og ungan Ísfirðing á línuna sem er tröllar vörðun. Við erum mikla vonir við þessi stráka og það er bara gott eiginlega að eins og segir, geta látið þessi ungu strákar spila mikið og ég er hrifinn af því að þeir stefnu og við erum bara nokkuð sáttir með hópinn ef allir er heilir og þá bara förum við jákvæðir og bjartsýnir inn í þetta mót. Er ekkert skrítið tilfinning að labba inn í heimilið ekki með litla bróður inn á vellinum? Jú, þetta var gaman að vera með hann í fyrra, það var mjög góður í fyrra, en það var markmið hjá mér og Björga og þjálfurum liðsins og leikmönnum að koma út. Það var bara stærsta markmið, þetta var númer 1 að vinna, það tókst ekki, þannig að hann komst út. Það var bara flott líka, þannig að skrítið og ekki skrítið, ég er bara mjög ánægður fyrir hans hönd að hann loksins komist út. Hann hefur gott að þessu og þetta er ævintýri hjá honum og ég veit að hann eftir að standa sig vel og þá þetta verður örugglega erfitt. Við tökum bara mótunum ef þetta er líka. Opnum við örmum. Já, takk. Takk.